Og það ekkert ástæðalaust því að við erum með svaðalan þátt í dag. Já, þetta dundra í dag, þetta sprengja. Hann vel þéttur. Já. Og ber þar hæst að það eru 2 nýjir dagskrárliðir. Við fundum á tapasundaginn og vorum að reyna að finna upp á nýjum dagskrárliðum. Viðskiptafundur. Og það eru komnir 2. Og annar heitir Fréttastofa Gils sem á eftir. Já, bara svo förum að sér helstu frétti vikuna. Já, og svo það nýr dagskrárliður sem ég mjög skotin í og hann heitir Óþægilega símtali. Og það Ágúst Bent sem tekur það í dag. Hann hringdi í mömmu sinna og náði eiginlega bara að ljúga hann að væri samkynhneigður. Já, maður vill ekki tala mikið þetta. Við verðum eiginlega að leyfa bara fólki að heyra á þetta. En þetta var svaðalega erfitt að hlusta á. Erfitt að hlusta á en hrikalega skemmtilegt. Og það hérna bara rétt bráðum því að Bent kemur snemma í þáttinn í smá spjall með nýtt lag og svona og þá spilum við það. Svo erum við með á sínum stað hvort myndur frekar, sturla staðreyndir. Egill búinn að skrifa hérna Tinderumræðu, eða hvað stendur hérna? Emoji, hvað skrifar hérna? Ég skil ekki hvað skrifa. Emoji kennsla. Það allt verið að spura mig. Það Egill, ég var að senda skilaboð hérna hvað ert að gera í kvöld með hvaða kalla ég senda með. Það alltaf verið að spyrja það því. Já, þá ég senda hvaða fólk í kringum? Og ég senda bróskallin og ég senda blikkallin. Hvenær á maður að senda, þú veist, svona ullukall og... Þannig þú ert að fara að halda kennsli í því? Ég ætla bara aðeins að fara yfir þetta. Ok. Smá emoji kennsla. Þú ert með alveg emoji í rugli. Já, svo stendur hérna líka spurningakeppni, Gilsa. Já, og það í dag nýtt konsept. Ok. King of the Slob. King of the Slob? Já, segast mest í haugurinn, basically. Hver mest í haugurinn? Þetta verið Sigurstrákluð þar. Já, ég myndi halda að steint þetta að vera Sigurstrákluð þar. Af hverju, þú veist eitt hvernig? Já, ég veit ekki, ég meina blöð, þú ert nettur haugur, sko. Ég? Já, en af okkur 2. Já, ég myndi segja þetta verður bara mjög hörðsamkjönd. Ég ætla ekki að gefa hennar stöðla. Ég segi bara 50-50 og bara sjáum bara hvernig það fer. Það bara ekki stress. Ok, svo erum við með Sofa hjá Giftast drepa, Pétur Jóhann á sínum stað, Starbucks Stoney kemur aftur. Já, það komið tíma á það. Eftir gott frí. Já, við Egill töluðum saman hérna frammi í dag og hérna við ákváðum að negla þetta. Við ætlum að gera það í beinni. Já, við ætlum að gera það í beinni. En það ekki slúður í dag, ekki hvorki erlend né íslenskt. Þegar í staðinn fyrir slúðrið þá kemur Bent inn í smá spjall ásamt því að við spilum nýja dagskrárliðinn sem heitir Óþægilega símtali. Og Bent nú bara þetta nefnir, við skulum heyra eitt lag og svo fáum við bara Bentanan hérna í smá spjall og hlustum á nýja lagið hans. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me tonight. Já, og þetta Kiko hér með Firestone. Ágætislag hér á ferð og ég veit ekki eins og hver Kiko hann ég ætla ekki að reyna að útskýra það betur en þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Auðun Blöndal, Steindi Junior og Egill Einarsson sem að verða með ykkur til 6 en við erum komið með góðan gestinga í stúdíóið og það hann Ágúst Bent, verður velkominn. Já, takk fyrir að bjóða mér hingað blö. Hvað segir þau gott? Blö. Hvern ertu þá? Já, veist að ég held að ég sé einn af þeim bestu. Það ekki? Já, það föstudagur og menn eru í helviti stöði. Föstudagur svolítið þinn dagur, Bent. Já, maður. Það einn af mínum dögum. Það ekki? Veldu, hvort er þetta skemmtilegt að mánudagur að föstudagur? Já, mánudögum á ég til að gráta mikið en á föstudögum græti ég á gleði þannig að ég held að föstudagur það geta. Ekki bara 3 dagar í vikunni það, Bent? 50 dagar, föstudagur, lögadagur. Það eru grátdagarnir 3 sem eru sunnudagur, mánudagur og þriðjudagur og svo bara helgi, restina. Þetta er ekki flókið. Nei, en við förum betur í hér á eftir að þú tókst símtal með okkur fyrir í dag, óþægilega símtali. Já, og þetta var virkilega óþægilegt símtal. Eitt af þessum vestu bara. Það sem þú hringtir í mömmuðina, það hér á eftir. En fyrst ætlaði að spyrja á þetta, komið nýtt lag og Bara Seira. Já, Bara Seira. Já, það eru nokkur sem hafa verið að spyrja mig Bara Seira, þýðir það bara að segja það? Já, það er mjög einfalt, þetta er bara að segja þér það. Ok. Þetta er bara svolítið eins og ameríski rapparinn alltaf segja svona ná mín. Já, ná mín. Já, þetta er maður að reyna að koma með eitthvað svipað á Íslandi. Og ég veit ekki að þetta var eitthvað sem ég var alltaf að segja. Þetta er þitt, þetta er ekki eitthvað sem þú varst búin að heyra eitthvað annars staðar. Nei, þetta var eitthvað sem maður var sjálfur alltaf með bara óvart sem er svona bara hálfgerður kækur að segja eftir öllu. Bara Seira. Og myndbandið, það er nú komið inn á YouTube, það gerður þú sjálfur, ekki? Jú, en maður fekk náttúrulega hjálp frá góðum mönnum. En jú, leikstri og klifti og svo leys sjálfur. Já, vel gert. Og eitthvað bak við lagið, eitthvað spes?
já, í laginu. Það er náttúrulega svo þægilegt svona koncept eins og bara segja það. Þú mátt eiginlega bara segja hvað sem þú vilt og segja svo bara segja það. Bara segja það. En maður heldur sig svona innan svona sinns þema sem svolítið bara svona jam og fjör. Já. Og svona almennt svona rappgort. Kíkja þessi réttir. Ég svo spenntur að hlusta á símtalið eftir. Já, ég allar á yði, sko. Við finnum vel að ræða það bara betur hér á eftir. Þegar við erum búin að vera í símtalið, sko. En Bent hann er fyrstu sem tekur þátt í nýjum dagskáli sem heitir Óþægilega símtalið og þetta gekk eiginlega betur að þorða að vona. Já, mamma henn hvað heitir mamma henn, Bent? Hún heitir Birna, kvöldur Bibba Flip. Bibba Flip, já. Já, veistu, ég kalla hann Bibba Flip, ég held enginn annan gera það. Bibba Flip átti ekki skilið að fá þetta símtalið. Nei, það verður bara að hafa það alveg. En ef hún kölluð Bibba Flip, þá, eins og fólk heyrir í lokinu símtalinu hér eftir, þá hún til í gott flip. Af því hún var svo ánægð að þetta væri ekki satt. En áður við förum í símtalið, þá ætlum við að spila hér nýjasta lagi hans Bent og það heitir Bara segja það. Tekið á þessu. Ég blóðfasta svala með blóði vodka og svala. Sett svo mikið út í drykkin að ef ég þarf klaka þá langi ég að fara. Og ég þamba eins og drykkjur hrútar þurfa hirði. Ég tek það á mig, ég held í niðri. Þegar orðin eldri en ég hélt ég yrði. Ég held í niðri. Bara segja það, bara segja það. Bara segja það, bara segja það. Bara segja það, segja það, bara segja það. Bara segja það, bara segja það, bara segja það, bara segja það. Bara segja það, bara segja það, bara segja það, bara segja það, bara segja það. Þetta var nýjasta frá Ágústi Bent, Bara segja það. Hrikalega flott það, til hamingju með þetta, Galli. Já, takk hérlega fyrir það, blöblö. Við ætlum blö. Blö. Ég ætla að byrja að nota þetta líka, myndi það gott. Blö. Hvað ertu? Alltaf tekst ykkur að finna hræðilegra nafn. Nei, ég ætla ekki að taka, hann er Cash. Við erum ekki bara að taka það á. Blö, ekki láta svona. En þetta sko, þú tekur blö og Cash, þá var þetta næst í eins og Rihanna-lagið. Blö. Bitch, byrja henn. Næ, þetta er kannski á flókið. Aftur er byttið, þú þyrftir að henda núna í lag sem væri einmitt þetta. Blö, Cash. Blö. Hræðilegt, við ætlum að fara í hljómar auglýsingar. hræðilega. Hér strax eftir auglýsingar þá heyrið símtalið þegar Bent hringdi í mömmu sinna og samfæðanum mamma. Mjög óþægilegt. Já, enda heitir þetta óþægilega símtalið en það er strax eftir auglýsingar þannig ekki voga ykkur að skiptum stöðum. FM 957, Mountain Dew og Doritos kynna Íslandsmót FM 957 í FIFA 2016 á Sport í Kópavogi. FIFA 2016 er komin og í tilefni þess ætlum við að vera með glæsilegt Íslandsmót á Sport í október. 2 undanúrslitakvöld og 1 úrslitakvöld þar sem þeir bestu keppa Íslandsmeistaratitilinn í FIFA 2016. 2 eru saman í liði. Þátttökugjaldið er 4.000 krónur sem rennur beint í velunapottin. Skráðu þitt lið inn á miður.is og vertu með í FIFA-mótinu ef þú telur þig hafa það sem til þarf. FM 957, Mountain Dew og Doritos með svarta beltið í FIFA 2016. Wow, bóli og Síminn og Spotify kynna tónleikar Bangang 5. 1. október í Gamla Bíó. Í tilefni af útgáfa plötunar The Wolves Are Whispering. Bangang kemur fram á samt sérstökum gestum JB Dongul úr Air og Daniel Hunt úr Ladytron. Einnig koma fram Gangli og Is Tropical. Miðasala er hafin á miði.is. Ertu eitthvað pirraður? Taktu bensín, elskan. Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði. Skólakort, aðeins 5.940 á mánuði. World Class, við erum með þér alla leið. Billy Elliot, 5 stjörnu stórsýning fyrir alla fjölskylduna. Miðasala í fullum gangi. Tryggðu þér miða. Borgarleikhúsið. Orkulykillinn er einfaldur í notkun en margfaldur í afsláttarkjörum. Hann veitir afslátt hjá Orkunni, Shell, afsláttarþrep, þína stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt hjá 1011 og yfir 20 öðrum samstagsaðilum. Sérmerktur lykill. Magna að þetta komist allt fyrir í einum litlum orkulykli. Orkan. Var frítt far með rútu í bæinn helgar. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Já, hver er ekki til í frítt far í bæinn með rútu helgar? Þið getur farið í Keilu og fengið svo frítt far í bæinn. Ég vildi alltaf því ég hef verið að drekka bjór í rútu, þá var þú vilt
Já, ég segi alltaf, læna því upp lög. Þú elskar að hella í rútu. Þá það tengt ammælinu mínu eða eitthvað. Er það einu skiptin sem ferði í rútu eða? Ég ekki fast aldrei í keppnisferðalögum og svona sem krakki það? Jó, þá var ég talið því að hella í mig, sko. Það fer alltaf ekki edru. Já, með Svala í keppnisferðalögum, sko. Ok. Það var agalegt þegar ég var í keppnisferðalögum. Þar byrjaði að spilafíkillin Rauði Blöndal því ég var stundum búið með vasapenningi mín í staðaskóla í kassa. Hræðilegt. Varstu fullur í kössunum og allt þetta? Ég var ekki fullur 15 ára í spilakassa. En svo þurfti ég að strippa mér inn pening. En það er ekki það sem við ætlum að ræða. Hvað gerðu það? Varstu 15 ára strippari? Nei, það var, til dæmis ég var kannski 14 ára og betur alveg sagt, þá var ég kannski búin að eyða svona lungána því sem ég mátti eyða í spilakassa í staðaskóla. Bara búin að fara í böksi og skafleik og... Já, ég meina, meðlóðuna voru ekki að detta. Þetta var sákassi þarna, gamli góði. Það var hvíti, ég treysta mér, ég dæmið ekki. Og þá vantaði mér pening og þá var ég alltaf ofta að spurja svona, hei, hvað fæ ég hleyp allsbyrð þarna og dingla eitthvað? Var þetta einhver eldri kalla sem varst að... Já, finnst þið það ekki líklegt eða? En við erum ekki að... 15 ára strippari. Við erum ekki að ræða það núna. Við erum ennþá þetta með Ágúst Bent og við erum að fara í dagskrárlið sem er nýra nálinni í FM 95 Blöð og heitir Óþægilega símtalið. Og það var gaman að fá Bent til að ríða á vaðið. Er eitthvað sem við þurfum að útskýra hérna? Nei, í rauninni ekki. Þetta er mjög einfalt og skýrir sig sjálft. Við ætlum að fá gesti hérna vikulega, svona vonandi allavega, reyna og þeir þurfa að fara inn í klefa og ringja eitthvað mjög óþægilegt og í þetta skipti litum við Bent ringi mömmu sína og svona, já, mjakaði að hann. Já, Bent, þú getur staðfest að ég sé ekki að ljúga hérna, þú varst byrjað að þurrka svona svita og ég þekki hennar svita sjálfur að því ég er búin að vinna við þetta í 15 ár. Ég leiði ekkert alltaf vel þarna. Nei, þetta var hræðilegt, sko, veist, maður vill aldrei vera að valda mömmu sinni vonbrigðum, sko. Og það er líka svo... Það heyrði bara hvað hún var vonsvíkin með mig. Og það sem er líka... Ekki það átt á hún sig eitthvað mótið í samkynnaði, það heyrði það náttúrulega bara í símtalið. Það sem er líka svo óþægilegt við þetta, maður er að tala um mömmu sína, hún gæti bara sagt hvað sem er. Fattar þú? Og við erum allir að hlusta og þetta er bara hrikalegt. Tjekkum á oss. Hér kemur Óþægilega símtalið með Bent. Birna? Hæ, mamma? Já, hæ. Hæ, þetta er Bent. Já. Hvað segirðu? Fint bara. Gott, ég ætlaði bara að fá aðeins að heyri þér sem þetta er eitt. Já. Ég vildi bara frekar að heyra það frá mér, frekar en að lesa það bara á Vísi eða eitthvað. Það er svona eitt mál sem er örugglega að fara að leika í fjölmiðla bara núna í dag. Það er það Bergnin. Já, þetta er samt ekkert, þetta er ekkert eitthvað lögreglumál eða neitt, þetta er bara smá svona vandræðalegt. Bara svolítið. Vandræðalegt. Það er það Bergnin. Í rauninni er það bara fárult að fjölmiðla sig að skipta sig svona engamálum fólks. Þetta var bara eitthvað, við vorum eitthvað fíblast bara. Hver þú og hver? Bara ég og félaga mínir, bara 3 strákar sem eru bara 20. Vorum bara eitthvað... 20? Já, það var nú bara eitthvað, það var náttúrulega bara eitthvað djók, sko, veist. Það var bara einn af þeim, veist hvað þessi krakkar í dag eru alltaf með síman upp og taka vídeo af öllu og eitthvað. Þannig að minna, veist þú segja, þetta er náttúrulega bara hvað fólk gerir bara innan dyra heimilisins, náttúrulega kemur ekkert öðrum við, en minna, það voru einhverja vandræðalega myndir af mér og þetta víst að fara að leika út eitthvað. Hvað kallar vandræðalegt? Það er bara eitthvað sleikur og bara svona eitthvað smá káf og eitthvað. En veist ekkert ólöglegt, skilju. Men... Bara svona, menn voru eitthvað berrasaðir og svona. Strákum, Bent. Þetta er svo ung, þetta er svo bara vaksin upp úr sig. Já. En þetta er svo ungi stráka, Bent. Það kostar ung strákum að fýbla svona. Já, ég skal reyna að fýblast meira með jafnöldrum mínum í framtíðinni. Ég held að það sé betra, sko. Þetta er svolítið perralegt, sko. Þetta voru náttúrulega bara einhverjir sleikar og smá slef og þreifingar einhverjar. Ertu kannski komið út úr skápna bara, eða? Já, menn alltaf sé ekki bara komin tíma til þessa. Þetta er náttúrulega búin að vera þróast í gegnum árin, bara svona blæti fyrir drengjum, sko. Eða svona ekki litlum, bara svona úlings og uppúr. Já, þér? Ég meina, þetta er, maður hefur náttúrulega alltaf verið furðu fugl eins og þú veist. Ég meina, ertu samkynniður? Ég veit ekki hvað... Nei, mér alveg. Æ, sorry, þetta er blöð að þeirra pínu mig til að gera það. Það er að grína mér. Þetta er Steindi þetta, hvað segirðu? Þetta er bara að djók. Já, hann er alveg straight síðast í vissi, sko. En þetta sem var talið fyrst, er það líka djók? Já, þetta er allt djók, þetta er í út... Gleður við mér, mér er alveg saman þegar ég var til skammar, það er bara gleður við mér. Já, þetta er bara í útvarpinu, sko, þetta er blöður að láta mig gera það. Þetta er ekki að grína. Ertu samt? Jæja,
Allt í lagi, bara frábært. Gaman að heyri þið. Ok. Sorry mamma. Bye. Ok, þetta var Jesús. Það svo gott og hún var svo ógeðslega ánægð. Þetta var grín. Hún var ekkert að skamma þig, Bent. Það var bara Guð minn almáttugur, Jesús. Hann var náttúrulega alveg saman samkynhneigðin. Það var meira að þetta voru einhverjir svona miklu yngri strákar. Já, það var það sem var og myndir á netið. Já, henni fannst alveg hræðilegt að vita að þetta var svona einhverju ungi. Henni fannst það bara Þú ert vaxinn upp úr þessu, Henni fannst það bara perran. Já, farðu að fíblast með jafnöldriðinu. En talandi að fíblast, hvernig helgin hefur, Bent? Hún helvíti nettmaður. Búið að plana hann alla? Já, vá, þetta alveg þétt skipað plan. Það árshátíð Metro Strutsen sem eitthvað svona skrítin Facebook-grúpa af jafnöldur mínum engar á ekki. Og svo morgun ég að fara að styðja Steinda Junior í Rocket League móti. Rocket League móti? Já, ég að fara að taka þátt í Rocket League móti. Hvað er það? Það tölvuleikur. Alltaf heyrir maður eitthvað nýtt. Hvað er tölvuleikur? Hvað gerir í þessu tölvuleikur? Maður bara svona bíll og maður keirir á bolta og það er afsættið á hverjum í kvöld Bent. Þetta Metro Strutsen. Metro Strutsen. Afsættið Metro Strutsen og svo er þetta að fara að styðja Steinda Junior í einhverjum tölvuleika og það að kíkja kannski smá á Oktoberfest líka. Já, svo er eitthvað svona Oktoberfest í gamla bíói sem það sem að fer eitthvað líka í. Þetta var bara sukk og svínari og fjör. Þú ert ekki að fara að hitta Bent sem ekki, hann með þéttskipu plönum helgar sko. Ég kann að búast að jamera landsins. Alltaf gaman að fá því heimsókn Bent og ég beði að heilsa með mig, hún er snillingur. Lífsförunautar. Þetta Steindi Junior hér sem talar og mótið með sitt Rauðin Blöndal og við hliðin á mér Egill Gils og þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Ágúst Bent, við þökkum honum kærlega fyrir komuna. Hann var að fara og var að taka eitt óþægilegasta síndar sem ég hef heyrt í mjög langa tíma. Já, þetta var hressandi og hressandi nýr liður hér í FM 95 Blöð. Óþægilega síndalið en það er eins og að komið núna dagskrárlið sem er vikulega hjá okkur og heitir Hvort myndirðu frekar. Verið tilbúin í það, drengir? Já. Hversu óþægilegt er þetta í dag hjá þér? Það eru ekkert svo óþægilegar. Það eru bara nokkuð þægilegar. Ok. Það er fínt, þetta er oft óþægilegt hjá þér. Finnst ykkur þetta erfiður liður? Já, það er frekar erfiður. Hvort finnst ykkur erfiður, þessi eða sofa hjá gift eftir eba? Já, eiginlega þessi, en ég veit ekki, þetta er erfitt. Þetta er orðið helviti erfitt hjá þér allt saman, sko. Þetta er erfið vinna. Þetta er óþægilegt. Þetta er erfið vinna. Þetta er erfið vinna, maður. Það var það fyrsta spurning. Hvort myndið frekar vilja fá 20 milljónir í cash, ekki þurfa að borga neitt skatt, bara eins og að vunni í Víkingalotto, eða aldrei verða þunnur aftur. Þannig að alltaf ef þau myndir vakna eftir jam, þetta er náttúrulega sterkt fyrir því Steindi, alltaf ef þau myndir vakna eftir jam, þetta er ekki jafn sterkt fyrir Egill. Nei, þá myndir alltaf vakna eins og nýr. Þetta er ekki flókið fyrir mig. Ég fannst ekki að stóra Katalínu og öllum sem börum hann í kópaði. 20 milljónir í cash right now. Finnst ekkert skemmtilega að vera þunnur. Finnst þið gaman að vera þunnur? Það er einhverslegt. Vakna, hálslappur, þamba vatn, henda mér í sófan, horfa enska boltan. Þvílík veisla. En það er samt eitthvað heillandi við það að þú getur til dæmis út að fara mikilvægan fund eða bara alltaf pottur á því og vakna bara fesku daginn eftir. Ok, ég ætla að henda en maður að fara mikilvægan fund, þá á maður nú bara ekki að vera að fá sér deginu fyrir. Nei, en þá gætur það af því þú veist þú verður ekki þunnur. Já. Veist þú að fyllibetta stenda, það er ekki mikilvægt að draga það á fyllibetta? Herðu, sko, málið það. Við erum ekki að fara þangað nú. Hvort tekur þú, Steindi? Sko, þetta er góð punktur sem Egill er að koma inn á. Þetta er sko, þingan er rosalegur svona, þetta er partur af ferlinu. Þetta er hinn parturinn af víminni. Er ekki líka pínu hætt? Þú veist, þú liggur upp í sófa, ert að panta pítsu, alveg skítrættu við allt saman einhvern veginn og þeir eru bankar og ferð þetta og svona getur hort á kannski eina góða hryllingsmynd og fengið alveg full experience, sko. En er ekki líka bara ef maður tekur það inn í, er ekki svolítið þægilegt að fá þinguna því hún actually stoppaði kannski? Þegar þú ert aldrei þunnur, þá getur þú bara, var maður ekki miklu ofta fullur? Jó, 100%. Algjörlega. Allir að deyja á mánudegi eftir þjóðatíð og þú vilt bara fá þér annan bjóra því að búið það svo gaman. Já. En sko, maður er farin að vera náttúrulega bara þunnur í 3-4 daga, sko. Aldrei er farin að segja til sín. Ef ég tek meir en 1 dag, þá er ég dauður í góða 2 daga eftir. Býttu bara, sko, þá er þú 35 ára Steindi, sko. Þú ert ennþá úrlingur í dag, sko. Já. Hvað ertu, 31 árs? Nei, ég er 30 ára. 31 árs árinu? Nei. Nú, þetta ekki ammali í desember eða? Já. Varur ekki 31 árs? Já, það getur verið. Held ég. Hvað varst hann að ljúga? Ég ætla, strákar, ég ætla að nulla út þinguna. Það er mitt svar. Þú ætlar að taka aldrei þunnur aftur? Já. Ok. Já, ég meina það. Egill tekur 20 milljónir, Steindi verður aldrei eftir þunnur. Egill komið góða punkt, maður á lífið framöndan og það var fínt að losna við þetta. Já.
Þá er það næsta. Aldrei stunda kynlíf oftar en 2 í mánuði þar sem eftir ævi ykkar eða aldrei drekka aftur. Býtu, segðu þess aftur. Ef þú velur fyrra svarið, þá máttu aldrei stunda kynlíf oftar en 2 í mánuði þar sem eftir ævi þinnar. Ef þú tekur hitt svarið, þá máttu aldrei drekka aftur áfengi. Já. Ok, sko mér finnst fínt bara, 2 vikna fresti, það ekkert að því. Nei, þá er þetta á 2 vikna fresti. Það kannski annarkvæð sunnudagur eða eitthvað. Já, það var líka bara öllu til tjálta. Það var ekki veistla, maður kveikt á kert. Er þetta létt spurning fyrir eitthvað pappana? Er þetta kannski bara svona? Má ég ekki fá mér þá steik og raut? Það mátt ekki drekka áfengi? Já. Þarf ég að svara þessa spurningu? Er þetta svona vitlaus? Varst að meina, þú veist, vodka, Red Bull og flaskaðu upp til 5 nóttina eða má ég fá 1 rauðvínsglas með steikinni? Nei, þú mátt bara ekki drekka áfengi eftir. Mér ekki drekka áfengi eftir. Sko... Þetta er mjög erfitt. Já, þetta er erfitt, sko. 2 vikna fresti, það gerir þetta helviti skemmtilegt, sko. Ég held að hvorugur eitthvað geti hætt inn að þannig. En hérna, hristingarinn í þessu? Já. Nei, hann er bara hreint. Nei, þú mátt það ekki heldur. Já, þú getur hrist eins og vilt. Nei, þú mátt það ekki heldur. Þú mátt það ekki. Nú ertu nósakjart, sko. Það er bara þannig. Þú ákveð orðan bara þannig, þú færði það 2 í mánuði, þú ræður hvernig þú gera það. Hvað er það að tala um í útvarpinu? Já, sko, ég veit ekki. Viltu vera að hrista þig á hverju degi? Það er lítið börnarhauðsdag. Hvað er hérna, já, ég vil svar. Talaðu um hristinga hérna? Já, hættu því þá, maður. Ég var bara að segja, ég var ekki að tala um það. Ég var að segja að ég var að tala um hristinga. Mér finnst aðstæðandaður sem að tala um hristinga. Hættu þá að halda áfram að tala um það. Það er hvort ætli að taka. Og ekki þú detti í klámhundin, þá erum við í vesinni. Hvort á allt hristinga taka? Já, hvort ekki? Ég myndi taka, þetta er erfitt, þetta er helvítið. Guðminn, af öllum. Já, en ég held að þetta gera rosalega mikið úr þessu svona, þú veist, aðra hverja viku, sunnudagskvöldin eins og Þú veist að þú ert alltaf algjör, þú ert fyllibit allir. Það er ekki verið að segja svona í beti, þetta er svo leiðir. Ok, fyrir ekki þau. Sko, það er allir... Þú hattar ekki þetta 2 kalda. Nei, við fáum okkur allir 1 og 1 bjór á til. Það byrjum ekki alltaf eitthvað á pöfnum hérna, var ekki sem að segja rápa úti á hverju kvöldi. Þetta er bara vitlis að segja að tala. Það var mjög leiðilegt fyrir mig. Hvort tekur þú? Skellur, við erum beint útsendingu. Hvort tekur þú? Hvort tek ég? Hvað ætlaði þú að taka? Bara mjög erfið spurning. Nei, núna farið þú að... Ég verð að fá svar, ég verð að falla tíma. Ég segir bara fyrir mig næstu. Ég segir bara hérna, já, þú veist, maður er í góður að vinna hópi og maður kannski að spila og maður vill náttúrulega geta að fengja sér bara kannski 2-3 bjóra, það er náttúrulega mjög eðlilegt. Þannig að þú tekur það sem eftir æviðinnar, þá færðu það bara 2 í mánuði. Ég held að það sé líka bara mjög gaman þegar síðan loksins þegar kynlífið þannig að þú ert að segja það. Þú veist, þegar þetta það er svarið. Já, þá er bara ilmkerti og Cat Stevens bara, kötturinn á fóninn. Það var ekkert sjokk fyrir okkur að Steindi myndi ekki hægt að drekka. Egill, hvað er þitt? Þetta er rosalega skemmt. Egill, hvað er þitt svar? Ég var reyna að það farið mér ekki vel að vera þurrkaður, alveg. Nei. Eftir erfiða vinnuviku í ræktinni þá verði ég að geta fengið mér rautt með steikinu. Þannig að þú tekur hitt líka. Hvers konar lífverðin er þetta? Ertu bara í steik og rauð? Eitt rauðvínsglas er gott fyrir hjarta, Rasmus. Svo er það síðasta spurning, hvort myndi frekar leyfa mér að þetta tók ég bara að ég var sá þetta í 70 mínútum. Já. Og hvort myndi leyfa mér að slá ykkur eins fast og ég get utanundir eða leyfa mér að hrækja framan í ykkur? Er þetta munnvatsrákað? Já, það kemur bara núna, ég set ekkert upp í mig, sko. Ekkert eitthvað hór og allir bakki? Jú, við má gera sem ég vil. Er þetta hór? Þetta er ekki þessi hérna? Þetta er ekki Jim Carrey, Ace Ventura 2? Nei, ég fer ekkert alla leið með það, en ég tek alveg eitt svona. Hvar í andlitið? Í augun? Það er bara framan í, það sem ég hitti, hvað heldur ég sem eitthvað geggja með það? Nei, þú veist allavega ekkert nálægt munninum. Má ég loka augunum? Eða eitt kinnhestur. Fast og getur það? Hefur að prófa bæði þau? Alls ekki. Hvort ekki? Ég verði til að sjá þau slá Steinda og setja það á snappið kannski. Alls ekki. Hræktu fram Egil og tökum það upp. Já, ég skal hrækja fram Egil og slá þig. Hvort vel ég? Hrækt í andlitið á mig. Já, ég er sammálaðið, við tek krákuna. Það er bara þannig. Þetta var kortmetur frekar. Hér eftir smá stund förum við í spurningakeppni Gilstarans og fleira. Heyrðu þetta Egil? Ness á Austur helgina frá klukkan 21 til 12 miðnætti. Veldu þann sem þér þykir bestur. Jarðarberja, rifsberja, kókos eða bara þessi klassíski. Allir mojito á 1000 krónur. Fylgstu líka vel með því við ætlum að gefa fullt af mojito á Austur helgina. Við framleggjum sumrinu á Austur. Gleðistund, heldur betur.
Hjá okkur færðu stóran víking á 500 kall. Allan daginn, alla daga. Brooklyn Bar, Austurstræti. Nú hafa 2 nýjar bragðtegundir bæst við í Blink-flóruna. Þú fær Blink, nýtt og ferskt bragð í næstu verslun. Legðu allt undir með Double or Nothing borgara. American Style. Komdu í mat í IKEA. Vinsæli lambaskankin komin á matsiðir septembermánaðar. Eins og áður hann á frábæru verði, aðeins 995 krónur. Ekki missa af honum. IKEA. Stærsta sveitaball norðan heiða. Laufskálaréttaball í reiðhöllinni við Sauðárkrók, laugardaginn 27. september. Hljómsveitin Von, Eyþór Ingi, Alma Rut og Magni Ásgeirs. Þú mátt ekki missa af þessu. Úlpurnar komnar í Jack & Jones, Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Sjónvarp Símans eitt af því fjölmarga sem fylgir í heimilisbakkanum, sem kostar bara 12.000 krónur. Þú getur meira með Símanum. Enski barinn staðurinn fyrir þá sem setja kröfur og hljóð og myndgerði þegar enski boltinn annars vegar. Skólakort, aðeins 5.940 á mánuði. World Class, við erum með þér alla leið. American Bar sýnir í beinni á 18 sjónvörpum og breiðtjöldum. NBA, NFL, hafnabolti, enski boltinn og fleira í bullandi hátíð. Kjúklingavængir og bjór á tilboði. American Bar, Austurstræti, nýi staðurinn þinn. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hárið til að hlusta hér á FM 95 Blö. Við erum í miklu gýr, drengirnir, verðum hérna til 6 í dag eins og alla aðra föstudaga. Og já, það komin tími á virtasta dagskrárlið FM 95 Blö. Egil, hvað það? Sturlaða staðarendir, yes! Wow, hann sagði ekki sturlaði. Þú ert í gýr í dag, ég ránaði með þeim. Já, þú ert ekki að skapa með það en ég var ekki að peppa sturlaða nóg mikið. Já, eiginlega staðist þetta á þér. Á hvað gerir það mig? Já, takk. Ég mjög ánægður þegar þú gerir þig þegar þú ert skammaður. Takk. En já, þið ekkert komið leið á sturlum, eða? Nei, alls ekki. Einu liðinu sem fólk lærir eitthvað. Já. Og þær 10 eins og alltaf. Já, mjög sturlar. Já, þær góðar í dag, þó ég segi sjálfur frá. Ok, djúðan spenntur. Ég mjög spenntur. Hér kemur fyrsta, þú ert mikill Simpson-maður, Steindi. Já, mikill Simpson. Þannig að þetta svolítið fyrir þig. Samkvæmt reikningum, það búið að reikna þetta eitthvað út eftir þáttum og annað. Samkvæmt reikningum eyðir Homer Simpson 300.000 kalli á ári á Moe's. Já. Ok, 300 skall. Það er ekki svo mikið í bjór yfir árið. Já, bara hjá honum. Svo var félaga sem eða 300 skall bara á einu kvöldi, sko. Já, hvaða félagar eru það? Fyllibittur. Ok. Þú veist, 300 skall yfir árið og Homer álur fyllibitta. Já, svo hann líka, hann oft með Duff heima á sig líka. Já, ég getum alveg, þú veist, hann á góðum díl hjá Moe's, örglega, sko. Já, samt Moe svona nettur scumbag, sko. Já, reyndar. Alltaf rökkjan fullt verð fyrir bjóra. Munið ekki þegar Homer ætlaði að hætta að drekka og hann náði að fella hann. Já. En allavega, þá eyðir hann 300 ári. Já. Kynlíf fyrir hjónaband ennþá bannað samkvæmt lögum í Virginíu í Bandaríkjunum. Getur þú handtekið þá? Já, ég veit ekki hvort þið fari strangt eftir þessu, en þetta allavega ennþá bannað með lögum. Ok. Við trúum nú ekki að þessu margir að fara eftir. Ætlaði þú að spara þess Steindi þangað til þú orðin giftur? Já, þá á hann ekki krakkan sinna, það eitthvað ljóst. Já, þetta var svolítið dött hjá þér strax. Sem reyndar furðu líkur barþjónunum á hvíta riddaranum. En ég ætla að ala hann upp eins og mitt eigið. Að sjálfsögum. En talandi þetta ætla þú að spara. Halda þessu margir á Íslandi sem að spara sig fram að hjónabandi? Þetta ekki algengt hér, þetta nú aðeins algengur úti. En það gætur samt alveg vel verið að sé einn og einn úti sem svolítið svona strangtrúaður og allar að bíða. Já, það gætur vel verið. Og dæmið en ekki. Já, fólk kannski að bralla ýmislegt annað. Hvað meinar þau? Já, svona bara fytleri. Já, það er bara einhverju fytleri. Já. Er þú mikill fytleri, Steindi? Af hverju, þú veist, eins og hverju það? Af hverju förum við alltaf í þetta? Af hverju ertu alltaf inn að spyrja mig hvort að ég sé fytlari? Af því að þú sagði... Þú getur ekki spurt að þessu, þú getur ekki Steindi, ertu fytlari? Af því að þú sagði, fólkislega, ég veit það. Sorry, ég ætla ekki að vera að sitja þig eitthvað hérna út í hotn. I never put my baby in a corner. En af því að þú sagði, fólk í einhver öðru að fytla og spurði bara, varst þú eitthvað í því áður og byrjaði að... Já, þegar varst þú lengur þau? Já. Er það ekki bara eðlileg spurning?
Hvað meini, var ég að Ok, þú varst að segja að fólk sem að stundar ekki kynlíf fyrir hjónabandi í einhver öðru, svona einhverju fyllir í. Spurðu okkur báða bara. Já, ég spurði þig bara fyrst að þú varst að segja þetta. Þannig að núna er ég að spyrja, varst þú í einhverju svona fyllir í áður en þú stundaði kynlíf fyrst? Örugglega. Já, það ekki. Varstu ykkur djöfus fyllari? Nei, ég var ekki ykkur djöfus fyllari. Ég bara var, veist, ég veit ekki hvert erum að fara með þetta. Ef að fólk getur sér svindil á stund. Ég er bara Það var að byggja okkur að hætta þetta. Ég er bara hissa, sko. Ég skil ekki hvernig við fórum úr því að vera að tala um Homer og eitthvað yfir það. Ég sé bara að vera að fylla mikið sem úlingur. Ég næs ekki. Það er líka alveg hræðilegt. Snúa hverju einu stundar. Það er líka alveg hræðilegt að það er sagt við að þú varst jöfisins fyllari. Það er alveg bara, það er hrikalegt. Já, eins og ég er bara verið alltaf að fylla eitthvað við mig og við aðra. Það er bara ekki hægt. Já, flestir í því satt áður en stund að kynlífið ekki. Þannig að þú ert bara eðlilegur. Já. Þú ert ekki að fara í... Nei, þetta bara... Það gerir það allir. Þetta kom óvænt inn, þetta var óþægilegt. Ég fyllaði. Já, og ég bara snakka þessu. Já, þetta er bara ógeðsleg setning. Nei, hvað er ógeðslegt það? Þú ert að kynnast líka maðurinn og maður? Ég fyllaði, ég ætla að setja, ég ætla að Twitter, ég fyllaði gæðsalöpum, loka gæðsalöpum öðumblöndar. Nei, það gerur ekki. 25. september 2005. Þetta var á steindækjunni. Ég var að reyna að hjálpa honum. Næsta, það eru 64 miljónir lausar íbúðir í Kína og nokkrar tómar borgir. Já, einmitt, ég sá þetta bara í 60 mínútum fyrir bara nokkrum mánuðum kannski. Það spáði því, 64 miljónir bara lausar íbúðir. Já, og heilu borgirnar alveg tómar. Já, þannig að það er nóg pláss þar. En gæti maður bara farið til Kína og farið bara inn í eitt af þessum húsum og búið þar. Gætu við núna félagarnir farið bara starta kommunu og bara starta kommunu, verið bara með eina borg fyrir okkur. Ég verði til í það. Þetta er pæling. Já, bara reyna að koma borgin í gang. Ef allt hérna fyrir kannski erfitt í Kína. Ef allt fyrir rugl, þá bara flutið til Kína og rekum okkar eigin borg. Tilbúin. Svo er það næsta. Tönn úr fíl getur vegið alltaf 7 kíló, hvorki meira enn minna. Já. Þannig að mikið maður. Já, það er slatti. Og svo er það hér, þú getur leikt þér kærasta í Japan og 40% viðskiptavinna eru giftar húsmaður. Stendur. Okay. Það er bara svona gigolo. Já, bara svona eitthvað eskort. Þetta eru leikt þér kærasta. Þetta finnst mér nú bara að vera svolítið líkt hérna Facebook síðinni hérna Kúrara síðan þetta. Hvað heitir þetta? Kúrfélagið eitthvað. Já, það er til ykkur Facebook síðan. Íslensk Facebook síðan. Nei, það er þetta samt ekki að leiða þér eitthvað til að kúra. Það er bara kúrar að fúsum. En þú leiðið þér kærasta, eða ekki? Já, þú ert alltaf ekki að borga fyrir kúr. Nei. En einmitt, fyrir utan það, þá er þetta svolítið eins. Þú veist, tvær manneskjur bara ákveða að vera að spá par og horfa á eina mynd og kúra. Já, og svo kannski leiði það. Já, og svo kannski leiði það. Ég get ekki líkt þessu saman heldur en að vera að leiða kærasta. Nei, kannski. Það kostar kæs að leiða kærasta, sko. Já, hvað ætlaði það kosti? Þetta eru glæðið að vorst að fara í veislu eða brúðkaup. Hvað myndir þú rukka fyrir það? Ef einhver kona myndir hringja og segja, Öddi, ég er að fara núna í brúðkaup. Mér langar ekki að fara einn. Mér langar að fara og kynna þessi kærasta minn. Við dönsum og svona og svo bara klukkan 2 þá ert þú laus og ferð heim. Hvað tækirðu fyrir það? Ég tæki. Hentu ykkur töluðan út. Bara örgulega svipa og ég var að fara að skemmta. Já, ok. Bara, nei, bara svipa og ég var að veistlustjóri. Setjum bara verið með þetta, segja bara 150 skall. Ég get leikt þig ef ég vil, bara, eða einhver hann úti sem er hlustanum, sem er nóg að kass, getur leikt blöð. Og það er ekkert inn í fæli einhverju kossar og kári. Nei, bara ef þú ert í gýr. Já, myndum maður ekki taka það bara. Hlæja bröndur kossarnas, leiðast, dansa eins, vera bara saman. Ég bara að byrja með þessa leiku. Þetta væri nefnilega ágriðis, þetta getur verið business. Þetta getur verið business. En það er samt ömulegt, þá er þetta alltaf, sko, ég er margar sem, ég er mertur sem kærasti út um allt og þá bara sem sé alltaf að byrja með nýrið. Já, tjúsi, slötti blöðmaður nýja kærustu hann var í öðru brúðköpum síðust helgi. Svo er það næsta. William Hung hætti í tónlistabransanum 2011 og vinnur nú sem tölvusérfræðingur hjá lögreglunni í LA. Já. Ég er mjög hrifin af William Hung. Ég er ekki mjög hrifin af hún. Akkur ekki? Þetta var bara djók sem fór alltaf land. Já, er það ekki? Simmi Will leiði hann hérna til Ísland. Hann kom til Ísland. Hvað var hann að gera hérna þurr? Bara syngja og skemmta. Og var hann vinsællega? Já, ég manna það ekki. Nei, ég man ekki hvernig það fór. Söngar ekki eitthvað eitt lag með... Er það satt ekki vinsællega þetta? Er það bara með 2 miljónir views á YouTube? Getur það að passa? Já, ég minna... Ég held að það væri eitthvað svona 100 kúlur á sem meistara. Sko, YouTube var ekki svona stórt fyrir American Idol þegar hann var í því, sko. Þetta er 7 ár síðan alltaf. Þetta væri 300 kúlur í dag. Þetta er William Hung. Ég er mjög hrifin af. Það er ekki 300 miljónir að horfa á. Mjög hrifin af. Hvað er það tónlistarmann? Fílíku meistari. Mér fannst hann flytja sér bangs, mér fannst hann gera það mjög vel. Næja, ok. Augasteinnin getur stækkað alltaf 45% við að horfa á eitthvað sem maður elskar. Já.
Hvorki meira en minna. Svoleiðis. Það mikið. 45%? Já. Þá ertu þá ekki búin að vera að beita ykkur fíknefnum? Það lítur að vera, það ekki? Hvað gerur það alltaf þú elskar eitthvað? Nei, ég að segja þá stækka augasteinandi sko. Þú veist, á einhverjum ákveðnum fíknefnum, hvað þá stækka og svo geta það minka sko líka. Ég þekki þetta ekki. Horfir á okkur manneski og þá stækka augasteinandi, ég trúi þess ekki. Þetta sturlu starrend. Hann kaupir þetta ekki. Svo það hérna, morgunbónir æfing hjá tippunaður og algengt ef þú sefur ekki nóg. Já. Þannig að þú sefur illa nóttina þá veist algengar að vaknið þannig undan þér. Mér veist þetta, mín skoðun, persónulega skoðun, ég rétt á það, mér veist þetta dónaleg starrend. Já, mér bara, þetta sturlu starrend. Já. Dónaleg. Og þú deilir afmæliðinu með 9 miljón manns. Ok. Ég og Ronny Coleman í afmæli saman dag. Já, ég og Kevin Bacon. Svo það, 2 eftir hérna. Drukknir karlmenn brosa meira heldur en drukknar konur. Þegar þeir eru ofurölviða? Já, bara þegar karlmenn eru fullir þá brosa þeir vist meira heldur þegar konur eru fullar. Ég veit ekki hvað að vera að meina með þessu. Það nú svolítið skrítið að vera sko á okkur skralli og verið fílu. Það samt flesti sko, flesti mínir félag að vera fullir og reiðir sko. Það er mjög reiðir sko. Þá átti ekki að vera að drekka. Nei, ekki að þú verður reiður við það. Þú ert reiður í kasinu og blöð. Þú ert fullur og reiður í kasinu og sem að gangi illa í rúlettinu og þú eru reiður sko. Bara ef það gengur illa, þá er ég ekki reiður út á áfenginu, þá er ég reiður af því að ég er að tala pening. Þú reyndar við ekki að þegar það gengur vel hjá þú ert ekki reiður. Þegar þú ert 23 dettur og þá áttu glaður í við ekki. Eftir smá bad run þá áttu reiður. En þá er ég ekki reiður út á áfenginu, ég er reiður út að ég er að tapa pening. Já, ég veit ekki hana. Svo er það síðasta sturlaða staðrinn dagsins. 80% kvenna hafa feikað fullnæðingu. Já. Það er svolítið hátala. 80%? Já. Það er bara basically allar. Allar, það er svona 8 af hverjum 10. Já, einmitt. Við höfum allir þá bara pottitt lent í því. Já, er það ekki líklegt? Já. Heldur að þú að lendi í stendi? Alveg örglega, víst þetta er svona hátala. Þú heldur að lendi í? Já, ég meina tölfræðin líkur ekki. Nei, held ég ekki. En ég vonu ég hafi ekki lendið í því. Svo er líka ógæslega auðvelt að segja bara, herru, ég fekk það ekki. Það er eitthvað vekkan. Þú vilt freka að fá það bara? Já, ég það ekki. Ekki láta ljúga þig? Nei, miklu skemmtilega að fá það bara en eitthvað leikrit. Þetta er Þórunn Antonía og ég veit ekki með ykkur kæru hlustendur mér finnst þetta lag ennþá alveg geggjað. Þetta er eiginlega uppáhaldslægið mitt. Já, Too Late með Þórunn Antonía. Ríkulega flott lag, en þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö og það er komið tíma á dagskálið sem hefur ekki verið hjá okkur lengi. En Egill Einarsson heimtaði að Steindi myndi fara í Starbucks Stoney. It's time. Já, og það voru einhverjir að væla mitt á Twitter. Vildu fá Starbucks Stoney aftur? Ég er alltaf alfarða mótið þessu. Já, ég er hrifinn að þessu. Já, ok. Við eigum trailer og alla pakkana það ekki. Er það að segja það? Þá er komið að því Starbucks Stoney. Kóngurinn í síma við reynslum. Yes, hello. Who is this? Það er enginn sem heilla dömunar eins og Starbucks Stoney. I liked your shoes, but I didn't like your hair. But I loved your smile. Hann er chubby en mest sexy símarödd sem þú hefur heyrt. Oh my god, girls. Is it Starbucks Stoney? Að gleyma þessum trailer, þetta er Starbucks Stoney trailerinn og við ætlum að hringja bara núna þetta beinni. Hvað vilt það að gera? Ég ætla að segja þetta einu sinni við þig, Steindi, og hlustaði. Þú ert asískur í dag. Þú ert yfirleitt tall and black eða svona hvítur fasteignarsali. Þú er aldrei verið asískur áður. En er það ekki, ok. Og þú ert bara að segja hey there hot shit, listen up, it's your lucky day. You talking to an Asian cop right now. Hey there hot shit. Já, hot shit. Má ég sjá þetta? Saman hvort það sé gaur að bíja. Þú fær textan. Segðu líka bara, you talking to an Asian cop, so what I'm about to tell you is classified. Akkur er ég asískur? Er það ekki... Asískur? Treystu mig bara, þú færði date svona. Er það ekki racist? Hæ? Nei, hvað? Nei, ég veit ekki. Segðu líka, I'm smarter than the average cop, I'm Asian. Og segðu líka, I'm holding 2 things right now, a calculator and a Billy Boy. I'm Asian. Segðu reglulega I'm Asian. Ok, hérna... Og þú fær textan hérna. Akkur að það eitthvað að vera... Ég skil ekki okkur það svo mikilvægt að sínda alveg sé asískur. Út af því að asískir kallmenn eru successful, þeir eru nógu peningum, þeir eru klári í starffræði. En má ég spyrja það einu, heldur í alveg þetta virki? Heldur í alveg einhver verið stökkva á þetta? Ef þú les textan rétt og drullar ekki á þig, þá textar þú 100%. Ég kom með símtalinn alltaf, ertu tilbúin Steindi? Ertu við Starbucks eða? Ok. Já. Hvernig fæ ég línuna hérna í gegn? Yeah, who is this? Who's this? Yeah. Hello? Hello, Starbucks. No, you have the wrong number. Oh, who is this?
You called me, so who is this? This is not Starbucks. I don't know who you're looking for, so you have the wrong number. Okay, my name is Chong. I'm Asian cop. What? Are you there? If I'm talking to you, obviously I am, so who are you looking for? Yeah. Actually, I was looking for you. So, hey there, hot shit. So listen up. Who are you talking to? It's your lucky day. You're talking to an Asian cop right now. So what I'm about to say... And your point is what? Yeah, so what I'm about to say is a classified. I'm smarter than the average cop. I'm Asian. I'm holding two things. Nice. A calculator. That's good for you. Yeah, I'm holding two things right now. A calculator and a Billy boy. I could be a rocket scientist. Or a mathematician. I'm proud of you. Round of applause. But I wanted to be a cop. I'm not in it for the money. I'm just, I'm a cop because I want the streets safe and I want you safe. I'm Asian. So... I don't care if you're Asian. What do you want? Do you need me? Because if not, you're calling me for no reason. Actually, so this is what's going to happen. I'm going to pick you up wearing nothing but a Billy boy holding a calculator. Bara skella á bara sem betur fer Þetta var ekki Starbucks. Já, því að það var það versta í þessu símtali. Þetta var ekki Starbucks. Þessi liður á bara löngu hættu. Og fyrir utan það, kanntu ekki ensku. Þú ert að tala Ég bara stressaðist allir upp. Það ekkert vanur því að tala ensku í beinni útvarpi. I'm Asian, það skiptir ykkur máli. Ég sagði mér að vera alltaf að segja ég vera Asian. Ég sagði hana. Ég vill ekki vera Asian. Af hverju á ég alltaf að segja ég Asian? Ég spurði þig ofta því. Ég var að setja að gefa bíða, þetta var grjótör pía beitt úr Brooklyn. Ég var að ringi í Starbucks í Brooklyn. Þú ringdi náttúrulega bara í eitthvað heimahús í Brooklyn. Þetta var ekki fyrirtæki, þú hefur slegið vitt svo stafinn, þetta var bara heimahús í Brooklyn. Það var ekki það versta við síntalið að þetta var ekki Starbucks. Drullar ekkert eðlilega á þeim. Þetta var fræðilegt. Drullar hjá mig, textin. Ekki reyna bara að finna auðlýsingar, það er auðlýsingar. Skrifast á textin. Af hverju ætti alltaf að vera að taka fram ég var asísku? Hún spurði líka að því. Þú ert alltaf talandi á ensku. Hún spurði líka, hverju skiptir máli að setja asísku? Heiðursborgari vikunar húsdýragarðurinn. Þetta ekki of mikið, spyrja kannski sumir. Við erum jú að tala 220 grama kjötstykki, ungnötakjöt annars vegar og íslenskt lambakjöt hins vegar. Tvöfaldur ostur, bacon og egg á toppnum, það bara þannig. Heiðursborgari vikunar fæst með 500 króna afslætti í heila viku. Fabrikan. Orkulíkillinn ekki einhæfur, heldur fjölhæfur. Hann veitir afslátt hjá Orkunni, Shell, afsláttaþrep, þína stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt hjá 1011 og yfir 20 öðrum samstagsæðilum. Sérmerktur lykill. Það alltaf gott að sjá heildarmyndina. Já, eða hlusta á heildarmyndina í þessi tilviki. Orkan. 2 fyrir 1 af ísköldum bjór með pítsun á föstudögum og frí máltíð fyrir börnin á sunnudögum. Við erum beint fyrir ofan Smáralind. Italiano, Hlíðar Smára 15, sími 55 12345. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Jam hátalarar. Mest seldu Bluetooth hátalarar í Bandaríkjunum og Bretlandi. Fást í Elko. Við erum líka vegan. Reykjavík Chips. Það opið í Hagkaup allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæi, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Biðin loks á enda. FIFA 16 lentur í Elko. Elko, einfallega lægra verð. Nýtt hljóðkerfi, nýir skjávarpar. Boltabjórinn á veskisvænu verði. Enski boltinn í beinni á enska barnum við Austurvöll. Við elskum sólina, við elskum sumar og við elskum að njóta lífsins. Subway, 24 staðir land allt. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. FM. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Þetta Stendur Junior og mótið mér situr Auðun Blöndal, við hliðina mér Egill Gils og já, Auðun, þú ert með blaðið og handritið fyrir framæði. Hvað ertu að fara að bjóða hlustendum upp á? Já, hér stendur mér risastórum stöfum spurningakeppni Gilsarans. Nei, hanskotin, komið að því. Hann stjórnar næsta lið, hann Egill Einarsson, sem alltaf hættulegt í þetta. Ég held ekki lengur með þessari keppni. Þetta minna upp á sliðum. Já, ég sko... Þú ert svolítið svona loose cannon, maður er alltaf hrættur þegar þú er með einhverja dagskrá. Ég er nefnilega orðið bara lofandi hrættur. Nei, alls ekki.
Sko, og svo er þetta alltaf líka einhverjar spurningar, oftast er maður skráið sig í spurningakefni, skráið maður sig til að vinna. Maður vill vinna og svara rétt og svona. Vil þið ekki vinna þetta? Nei, þess að keppnina þér. Þú veist, dúsbag og hver er, og hvað var það en daginn, hérna? Maður vill tapa í þessu, maður vill ekki vinna. Tjammarinn og eitthvað svona. Já, ég menn nú King of the Slob, það er eitthvað sem ég myndi segja að veri gaman að vinna, sko. Þannig að núna er það King of the Slob og basically er þetta að fara að taka okkur í spurningakefni hver sé mesti haugurinn? Já. Ok. Þannig að það er svona, já, eiginlega King of the Slob getur verið mesti haugurinn. Ok. Og sko, hérna, byrjaðu að íta alltaf á takkan, byrjum að því, það er alltaf byrjum. Nei, það er með trailerin, ok, ég getur, já, ég er ágættiskapur. Þú gafst mér hálfa mínúti síðustu viku, ég hafði mikið fyrir að búa trailer til, veist þetta fyrir neðar alltaf hellum. Hann er helviti langur. Ég seti inn kvörtun. Fær 15 sekúndur. Ég seti kvörtunni. 15 sek. 15 sek? Question. I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. Já, hann að það spila spurningu og hann þarf svar. Ég get ekki gefið mér þessu. Þetta er særandi en alltaf. Já, þið mér bara ég á tökunum. Þetta eru 12 spurningar núna. 12 spurningar, ok. Ég held að þetta muni vera, þetta verður spennandi. En byrju fjölga? Þetta er alltaf jafnt. Fjölga spurningunum ykkur? Nei, það var 14 síðan. Nei, 14 síðan, já, ég er með þess að fara í 16 sko. Nó, ok. En hérna, sko, ok, byrjum bara svona basic. Hefur þið fengið metro í morgum að þú setja ekki þunnur? Nei, það hef ég ekki gert. Já, ég hef gert það. Ég hef ekki gert það. Það er stið á steindan þannig. En mér finnst það bara hendur, þetta grípa sér 2-3 tísar og bara í bílunum, maður fara ekki maður er á hraðferð. Ok. Stráka, við erum ekki þetta, þið dæmið ekki. Nei, ég er bara að segja satt, ég hef ekki gert það. Og bóttið fengið eitthvað að spá í bílinn, gripið. Ég sverða upp á líf móðið minna. Já, ok, þetta er bara basic. Ég hef aldrei fengið með metro í morgumat á hans að vera þunnur. Og ég held ekki einu sinni þunnur. Þetta er bara ákveðið sjokk. Ég held að það er svona punktur á einhvern veginn, bara solid punktur á einhvern veginn. Já, ég er strax komin punktur á. Flokkar McDonalds sem metro? Nei, ég er ekki... Nei, þú sagðir ekki þunnur. Nei, ekki þunnur. Ekki morgun. Nei. Hefur þú sofnað í sófanum heima hjá þér í PlayStation eftir þú varst 30 ára gammal? Nei. Já, ég gerst það. Steindi. Það er komið 2-0 strax. 2-0 fyrir mér eftir 2 spurningar, frábært. Hver er haugurinn innan? Þetta er skemmtilegt. Er þetta allt bara svona, eitthvað bara tengt mér? Ég veit að Öddi spilar ekki PlayStation. Ég á PlayStation 4. Það var að monta sem nætti PlayStation bara réttum daginn. Ok, reykir í bíluðinum? Nei, ég bara reyki ekki. Þú reykir auðvitað ekki? Nei, auðvitað ekki. Þú veist að, ok, nú veit ég alveg hvert þetta er að fara. Nei, hvað? Strax í 3. spurningu. Reykir í bíluðinu, Steindi? Ég hef einhvern tíma kannski púað eina í... Kannski púað eina? Já, það er... En þú mást við ljúum ekki að hlustendum. Eins og ég segi, það er náttúrulega ekki í þetta er svona draslbíl sem ég bara með vinnubílinn minn, þetta er ekki, það er ekki barnastúll í honum, þetta er ekki fjölskyldubíl. Þú veist, þetta er þú reykir í bílnum? Við höfum það bara hreinu, þetta er bara svona vinnubíl. Það er ekkert, þetta er punktur, þetta er alltaf 3-0. Það er bara kannski sleisast til að kveikja þetta, ég veit það ekki. Steindri byrja þetta mjög vel. Já, illa þannig sem maður vill ekki vinna. Nei, maður vill alls ekki vinna þetta. 3-0 fyrir mér. Það þetta nú líka, ekki vera bara með spurningar sem beinast af mér. Nei, alls ekki. Hefur verið svartu pollur og myndið sætana höfður í bílunum í meira enn 5 daga? Nei. Já, það er verið... Já, Steindi. Þetta er punktur á Junior. Hæ? Hefur lent í þessu viklega? Sem var að myndið sætana höfður? Það lag hérna úr einhverju... Einhverju Pepsi-glasi? Hvað lag? Það lag úr... Þú veist, Pepsi, svona plast... Nei, hérna, svona... Hvað kallar maður það? Sem að fara í vél? Svona pappa? Lag úr því, úr botninum á því. Já, það lag úr því, Þú gafst drifið það strax, sko? Já, ég tók bara ekki eftir því og þú veist, höldum bara að fara með þetta. Ég veit hvert þetta er að fara. Þetta er punktur eða ekki? Já, hann er komið 4 punktur. 4-0, já, við getum alveg bara hætt þessu þá. Ef þetta eru 14 sekundur, ef það fyrir 7-0 þá er þetta búið. Jú, það verður að vera svo leys. Hefur þið getið svo sattan í bíó á sofnar? Nei, ég hef bara aldrei sopnað í bíó. Já, ég hef gæst það. Þú ert bara
Þú bara segja þetta er allt bara sem ég hef sagt þér í trúna. Þetta er allt sem ég hef sagt ykkur bara. Ég er eins og sett hann í bíó og sofnar. Já, þetta er allt. Finnst það bara eðlilegt? Nei, mér finnst það ekkert eðlilegt. Ég var nýbúinn að nýta kvöldmat einhvern tíma, svo fekk ég mér nachos og svo átti mig að borða nammi í hlýja og eitthvað og sopnaði. Það getur bara komið fyrir besta menn. Ég var líka bara illa sofin eða eitthvað. Þetta er óþólandi. Ég veit alveg hvað það var. Nei, þetta, Öddi, þú verður þetta bara að setja í stand. Já, ég er ekki ljúan hennu. Hvað er staðan? Það er 5-0. Hefur aldrei sopnað í bíó? Ég ætti mig svo satt hann í sopna. Þú veist, hefur þú sopnað í bíó? Nei. Aldrei sopnað í bíó? Nei. Ég fer ekki í bíó til að sofa. Þetta er skellur. Hugi hins vegar Halldórsson, Ofurhugi, hann sopnar annarkvað skipti sem við fimmum honum í bíó og reyndar með tvíbura heim og svo eitthvað svona, áður en hann eignaði spönnum. En þetta hlýtur að jafnast út. Hefur verið í nærbuxum að pappa þér og þú áttir ekki engar hreinar sjálfur? Nei, það hef ekki gert. En þetta ég sagði allir til trúna. Nei, þú sagði ekki þegar að segja frá leyndamálum. Nei þegar að segja frá leyndamálum. Var þetta ekki flutningunum? Jú, þetta var í flutningunum. Ég bara, það var allt í kössum og eitthvað. Þannig svaraði já hjá þér? Þurftu að fá lánaði nærbuxur gamla. Svaraði já? Já, það er já. En þú veist, þetta er málega. Þið eru þetta er bara trúnaðarbrestur. Og spurning númer 7. Hefur verið í tölvuleiki PlayStation hitt vininn, Sverrir Bergmann, inn í tölvuleiknum, tekið screenshot af því og sýnt vinnuðinn? Nei, sem betur fer. Herru, ég nefnir ekki að spila þetta lengur. Er það já hjá þér? Já. Vá, ok. Það er 7-0. Við erum hættum í þessu. Þetta er bara mest að kjafta þessu vitum. Þú bara við spurningar sem ég hef sagt við þig. Nei, tökum okkur 1-2 viðbót. Blöð hefur smá séns að koma tilbaka. Hefur verið pantaði pítsu og komið til dyra og tekið á móti greiði pítsendlunum á nærbuksunum? Flokka stuttbuxur sem nærbuxur. Segðu bara já við þessu. Ég er bara á stuttbuxur. Nei, nærbuxur. Nei, stuttbuxur eru nærbuxur. Ég hef gert á stuttbuxum en ekki á nærbuxum. Hvernig er þetta þér stundi? Það, þú veist, þetta er bara, ég myndi segja það bara, það er bara jafn gildi. Herru, hver er munurinn á stuttbuxum og einhverjum boxinarbúsum kannski? Ok, þetta vissi ég ekki til það, þannig að þetta er jákjör, þú hefur komið á brókinu bara. Á narjónu. Óþjólandi. Ég þekki pítsunum. Ég þekki það. Já, þetta er bara annarkvæmt. Hvað er þetta bara að kynnast þig? Nei, bara það eru þrjár manneskjur sem koma til skiptis, ég kann Ok, þetta er nú að vera búið. Ég held að ég myndi fá punkt á það, en stuttbuxur eru ekki nærbuxur. Við erum að fara að rappa þessu upp. Hefur notað ylvatni á kærustuninni því að þitt er búið Já, ég hef gert það. Nei, ég á ekki kærustuna það, nei. Já, ég er að nota ylvatn bara as we speak með þessu. Ég er með ylvatn á mig núna. Veitu hvað, þú átt ekki rakspíra? Ég bara brotnaði glasi daginn og ég er búin að vera að nota ylvatn, mér finnst það bara fín lykt. Ok. Eftir það mikill haugur, þú hefur reykt þig fárveikan af rafsígarettu. Já, ég ætla að hætta. Herru, ég er hættur alltaf. Þið með ég klára það. Ég er hættur. Hvernig fór þetta? Það er 10-0. Já, einmitt, sjokker. King of the slop. Er þetta ekki næsta busti? Já, þetta var mest unfair. Vanalega er þetta spennandi. Steindi, þú ert að fara að hugsa þig í gang. Þetta var bara alveg glata. Ætlar þú að sjá leikinn í Litla sjónvarpinu einn með sjálfu þér? Blessaður skildu liðið eftir og komdu á sportbarinn í Keiluhöllinni Egilshöll. Það eru margir skjáir og risatjöld. Keiluhöllinni Egilshöll sportbar, þar sem íþróttamannslega vaxinn er afstætt hugtak. Verslanir í Smáralind keppa fallegustu útstillinguna á göngugötu Smáralindar. Taktu þátt í að velja þá fegustu og þú gætir unnið 40.000 króna gjafakort. Smáralind. Góða skemmtun. Eitt svellkaldur á krana og eldbökuð baka. Ótrúlega gott saman. Íslenska flatbakan, Bæjarlind 2. Flatbakan.is. Wow er boli og Doritos kynna. Býr uppistandari í þér? Skráðu þig á vísir.is og þú getur komið fram á Open Mic kvöldi á Reykjavík Comedy Festival 23. október í Hörpu. Skráðu þig á vísir.is og láttu grínljós þitt skína. Sena. Endalausi heimasíminn er eitt af því fjölmarga sem fylgir í heimilisbakkanum sem kostar bara 12.000 krónur. Þú getur meira með símanum. Fullbúð af nýjum vörum. Körfi. Fáka þinni nýju fyrir Körfi skvísur. Kíktu í kaffi Dunkin Donuts.
Mojito Madness á Austur helgina frá klukkan 21 til 12 miðnætti. Veldu þann sem þér þykir bestur. Jarðarberja, rifsberja, kókos eða bara þessi klassíski. Allir Mojito á 1000 krónur. Fylgstu líka vel með því við ætlum að gefa fullt af Mojito á Austur helgina. Við framleggjum sumrinu á Austur. Taco sem dansar tango við bragðlaukana. Serrano, Fresh, Happy, Max. Stóra á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, Grensásvegi. Sími 533 33 50. Ódýrasti og besti kebabinn í bænum. Viking Kebab, Engihjalla 8. Og svo finnur okkur líka á Facebook. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð Og frítt far í bæinn. Fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Hann hérna hjá okkur í stúdíónu núna, hann Pétur Jóhann Sigfússon. Já, komið þið sæl og blessuð. Til hamingju með daginn, gott hól. Peter Joe Hound, eða ekki? Jú, nei, ég er að vinna svolítið með Your man Peter Joe Hound. Oh, your man Peter Joe Hound. Main man Peter Joe Hound. Sá er maðurinn. Main man Peter Joe Hound. Og þú ætlar að prófa eitthvað nýtt í dag. Þetta er þetta mjög gott. Main man Peter Joe Hound. Já, þetta er mjög gæt. Já, ég ætla að prófa nýtt í dag. Hvað eru að fara í? Við ætlum að fara í, þetta er glænýr dagskrárliður sem við erum búin að vera að ræða þetta við Pétur. Pétur, sko, það sem við ætlum að fara að gera Blöndal, er það að við ætlum að hringja núna einhvert algjörlega random. Ég vel eitthvað nafn. Og Pétur ætlar að fara að hágrænja. Já, ok. Hann ætlar að hringja grænjandi. Já, einmitt. Þetta er svo æðislegt. Þetta er svo æðislegt. Ég held niður kaffið hérna. Já, þetta er svo skemmtileg pæling. Já, mér langar bara, þú veist, að það svarar einhvern halló og það er bara spengt. Ég ætla að setja ánægði með hana, helvítið. Bara strax í það. Það er svo gaman að sjá hvert þetta leið. Hvað meinar? Hvað meinar? Já, það er að svara svona hana. Ég veit ég ekkert meira. Viltu konið að kall? Það breytir einhver. Já, kannski ekki að meira augrunni að sé kall maður, sko. Já, ok. Það er meira vesen. Já. Herru, ég ætla að vinna þetta með Steingrímur, vinnum með þannig. Hljóma vel. Halló. Það er búin að setja ánægði með þarna, helvítið. Nú, hvað nú? Hvað nú? Hún lítur að vita hvað ég er að tala um. Hún læðir á mig þarna, helvítið. Hvað er þau? Ég ætla að vona að setja ánægði með þig. Er það svona sem þú ætlar að hafa þetta? Ég ætla að setja að ringi í vitlaust númerinu. Já, púla þennan bara. Ringi í vitlaust númer. Já, ég veit ekki. Já, hvernig ætlar að hafa þetta? Hvernig ætlar að hafa þetta? Þú meira svínið, maður. Ógeðslu, hvernig þú kemur fram. Og hvernig þú getur sagt þetta, maður. Ég skil það ekki. Við hvernig er ég að tala? Ég er að tala við þig, Steingrímur. Hæ? Ég er að tala við þig. Þú skulle geta sagt þetta, maður. Þú veist, ég held þetta að vera grín. Ég held að vera grínat. Sagt hvað? Hvað segirðu? Bara veit ég hvað þú tala um. Já, einmitt, frábært ég að spila þetta svona, svo þú vitir bara ekkert hvað er í gangi. Þetta er alltaf, helgi er helgi. Sama, tuggan maður. Ég skil bara ekki hvernig þú veist, maður er að vinna með þér og það er alltaf auðsýðum mann einhvern þjóðu skjátaði maður. Ég veit ekki hvað ég... Segðu bara fyrir geðu maður, hefur ekki mann dóm í það. Hvað heitir þú? Ég heiti Steingrímur og bý á Ísafirði. Nú, veitu hvað, ertu ekki Guðmund svona? Nei. Já, ok, ég hef valið eitthvað vittlust, fyrirgeðu maður. Já. Ha, fyrirgeðu þetta? Ég held þetta að vera annað, fyrirgeðu. Allt í laginu, ég hef ekkert sög og töðu, þannig að þetta er allt í laginu. Nei, ég held að vera annar, fyrirgeðu maður. Allt í fína annars. Ha, bara beðist afsökun á þessu. Bara varlega. Já, ég gerir það, ok, fyrirgeðu. Ég var því að gráta bara í álurinu. Hvað? Það er nýja dagskrárliðurinn. Já, heyrðu, ég var að renna blitt í sjóinu. Skulum ekki skýra hann strax. Nei, það var eina sem ég var með í huga. Það var bara að vera grátandi. Já, það er alltaf gaman að prófa okkur nýtt. Hvað er það að gera það? Sýna þetta. Ég skal líka svo... Ég vissi ekki hvað þetta. Ég skal líka bara að gera þetta. Já, nú fyrir ekki, villust nú með maður. Það eru ekki. Hvað er það? Það er mér að þetta er fossari. Þetta er fossari. Það er bullandi fossari. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play.
the next episode. Já, við vonum þessi tilbúin í the next episode því að það er komin tími á dagskrárliðin giftast, sofa hjá og drepa. Nei, anskoti sem alltaf erfur að því að við þurfum að senda einhvern, eða ekki við, strákarnir þurfum að senda einhvern í sveit sem þeir þekkja. Og ég hef líka heyrt það, strákar, ég hef hitt fólk sem að þið hefur drepið í svona leik. Já. Og ekkert allt og sátt með það. Finnst bara pínu liður hvað okkur var hann að drepa mig. Það þarf alltaf að velja einn. Já, ég sagði það líka bara, það þarf alltaf að velja einn, bara já, okkur vildi hann drepa mig. Þannig að það er bara eitthvað sem þið þurfa að ræða við viðkomandi. Þessi leikur er bara gerður til þess að særa, sko. Hann er bara að særa fólk. Já, samt það sem er gert í þessum leik þá að gleðja. Já, að gleðja vonandi einhverja. En eru þið tilbúinir? Já. Ég hef ákveðið að vinna með þema í dag, sem er þemað The King of the Radio. Já. Þannig að þið þurfa að sofa hjá einum, giftast einum og drepa einn. Og þetta eru þeir Rikki G, Heiðar Austmann og Ívar Guðmunds. Wow. Enginn á sömu útastöðinni, allt menn sem þið þekkið, sem gerir þetta erfiðara. Við erum svolítið að vinna með það þema að þið þekkið fólki sem þið að drepa. Giftast og sofa hjá. Ég drep Rikka G. Vá, þú veist ekki lengi að því maður. Vá, þú fer alltaf beint í það er eitthvað skrítið við það, án gríns. Það öskraði á mig, það var þessi þrem. Að drepa Rikka G. Útastjóran hérna og vinnin. Og þú eru að tala mest við hann af öllum hann. Já, sko, er þetta ekki að giftast, sofa hjá og drepa? Jú. Já, eða væri hérna spjalla við, hitta, horfa bolta með, helli sem með og kannski væri Rikki, myndi ekki vera að drepa hann, sko. Já, þú vilt frekar drepa hann. Ég er ekki að fara að sofa hjá Richard. Já. Og ég er ekki að giftast hann. Ok. Ekki fræðilegur. Æja. Rosalega fannst þetta veit. Og út af því að, sko, ég er ekki góðu félagar. Já, ég heyri það. Þess að viltu bara sæta út í sveit strax. En þú veist, rosalega góða vinnir. Já. Hver var óvinnir þegar ég að vinna? Þú varst að myrðan, sko. Hvernig ætlað þú að drepa, Steindi? Ég byrja nú yfirleitt ekki á því. Nei, viltu ekki byrja hverjum ætlar að giftast? Svo alltaf annað eðlilegt fólk, þá myndi ég hugsa svona, já, einmitt, hverjum ég myndi vilja giftast. Ívar Guðmunds, Heiðar Austmann eða Rikki G. Sko, ég held að Rikki G getur nú verið frekar erfiður í sambúð. Já. Hann er svona... Mikið að gera hjá hann og svona? Já, hann er alltaf í gólfi og ykkur svona, sko. Já. Veisin á honum, Heiðar... Smá drama þar. Já, hann væri alltaf að hendi ykkur að Facebook-statusa að við værum ykkur stað að hafa kósi og eitthvað svona. Hann væri að takka mig mikið, ykkurum póstum. Og það vildi ekki frá Magga? Nei, ég nenni því ekki. Þannig að þú ætlar að giftast Ívar Guðmunds? Ég hugsa að ég myndi giftast Ívar Guðmunds. Ok. Og við félagið værum bara, ég held að væri nefnilega heldur gott. Þið væri bara flottið saman? Já, við erum svolítið svart og hvít. Já. Hann er náttúrulega mikill svona líkams ræktafrumur. Heldur hann myndi taka þig í gegn? Hann gæti gert það, já. Ég væri með nóga hámark inn í ískap. Ég eyði miklum peningi hámark, þannig að það væri mjög gott að fá hann frýtt. Ok. Ég er ofta að hraðferð og grýp mér hámark. Nóg til að vodka Red Bull hefur líka? Já, heyrðu, talandu það. Hann hatar ekki að fá sér. Það verður ágætt. Ég hef oft reykjast á hann í bíó, við erum með svipaðan smekk á kvikmyndum kannski. Þannig þú ætlar að giftast Ívari? Já, þetta er náttúrulega frekar erfitt, en já, ég held ég myndi giftast hann. Það verður ég aftur yfir og þig, hverjum ætlar þú að giftast? Sko, ég var að fatta það, Heiðar Austmann og Ívar Guðmunds haldi báði með Liverpool. Ég var bara að kveikja núna. Rikki G heldur með United? Rikki G heldur með United, sko. Þannig að, sko, Jesus Christ, sko. Heiðar Austmann er potið svona duglegur heima, þú veist, hann þurrkar af og þú veist, virkur, ég sé Rikka ekki mikið í því. En Rikki heldur með United, sko. Þetta er ekki gott heimilislíf eða ég er búið manni sem heldur með Liverpool, sko. Nei, samt kona þín, sýstin heldur með United og maðurinn að City. Já, þetta er alveg hægt, sko. Sko, Ívar Guðmunds er frábæra eiginmaður, sko. Og þú ætlar líka að giftast honum? Og hann getur, þú veist, gert allt á heimilinu. Hann vaknar okkur á 6 og hann getur laga bílinn og síðan getur hann fara að skipta með ljósaperur og svona laga til á heimilinu svona. Ok. Það bilar eitthvað. Já. Ég ætla að giftast Ívar Guðmunds. Þannig að þú ætlar að sofa hjá Heiðar Austmann og drepa Rikka G? Ég er mögulega að spá í skiptið hana. Ég gæti mögulega að senda, ég geti að drepa Heiðar Austmann. Ok. Má ég aðeins, ég ætla að vippa sig ykkur á Steindi. Lass hugsa. Steindi, hverjum ætlar þú að sofa hjá? Mér gæti ekki verið meira sama ykkur helst fótboltalið, sko. Nei. Það er bara þannig. En þetta er mjög góða punktur. Ég held að Ívar sé að vakna snemma. Ég veit hvernig maður ætlar að giftast. Já, þú veist bara, ég held að sé svona kallmaðurinn á heimilinu. Það þarf kallmann á heimilinu og þeir hinir tveir, þeir eru það ekki. Já, en ég þarf svör við hinum. Já, ég hugsa að ég þyrfti að, ég
ímynda mér að sofa hjá Heiðari Austmanni, það ekki. Ég ætla að taka sesjón á Heiðari. Ok, en þú dreipur Rikka. Já. En þú, Steindi, við þar svar. Já, ég hugsa að ég myndi loka augunum og skella mér í góðan trúbúða með Heiðari Austmann. Þannig að þið ætli báðir að drepa Rikka G. Þú ekki félaga mér. Þetta er samt alveg, það er svona með því ógeðslegri, þetta er óýbarst. Greið, strákun. Libres Rollpress Go dömubindin eru án ilmefna og umbúðurnar gera þær kleift að meðhöndla bindin á einfaldan máta hvar sem þú ert með því að rúlla upp, þrýsta saman sjálflímandi köntunum og henda. Libres Rollpress Go. Þú fær Philip B hárvörðnar á beautybar.is. Þú fær Philip B hárvörðnar á beautybar.is. Lína langsokkur. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Ég er Lína langsokkur. Komum að kíkja í heimsókn. Borgarinn. 25% afsláttur af öllum ljósum og perum. Ljósadagar í Bíkó. Hluftu lengra. Bauerfeind, stuðningslífar og sokkar. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Svo miklu meira en bara meðlæti. Reykjavík Chips, Vitastígur 10. Vorum að taka upp nýja sendingu og fullt af flottum úlpum fyrir haustið. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Fáðu þér svo fyrir æfingar, brjáluð orka og brennsla, aukinn vöðvamassi, styrkur og úthald. Vaxtarvörur.is. Are you ready? Pantaðu pizzuna þína núna á pizzan.is. Herra Hafnarfjörður, 30% afsláttur af öllum gallabuxum. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. Vissir þú að í 1 lítra af Flórídana grænum eru 218 grömm af spínati? Prófa hana græna. Flórídana. Lifðu vel. Föstudags pizzaveisla, 3 fyrir 2 af pizzabotnum. Krónan, fyrst og fremst ódýr. Handskornar franskar eru stolt okkar á Roadhouse. 100% kartöflur, engin aukaefni. Roadhouse, metnaðar full matreiðsla. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir ykkur FM 95 blöð og við þökkum kella fyrir það. Það þeim að þakka við sjöum hérna í útvarpinu og já, ég minni á leikina. Þeir eru konum með held ég 50-60 HD-skjáið þarna og Svaðaland Sportpub. Svo líka þetta að spila keilu og horfa á leikina á meðan. Þannig að það veisla. En við þurfum að fresta þessum dagskólið. Nokkuð. Eins og sér þá setja ég ekki minn vanlega stað. Sér það vantalega það ekki? Já, ok. Hann steindi lag. Hann lag í, ég held að hann leki svona, ég held ekki 90-120 sekundur líka. Ég get ekki setið þarna lengur. Ég þarf viftu en núna. Steindi, hvað varst þú að gera í gærkvöldu? Varst það heima eða bara slagur? Nei, ég er bara að segja þvílík pempi ertu. Kottu hérna bara og sestu við tölvuna hérna. Það vitlis þetta. Já, ekki lega aftur. Hver var áttur í slúðurum sem lag? Sölvi Tryggva. Namaste. Ég aldrei fundið svona líkt á það. Hann lag sko. En, já, hörðu, blöð. Hérna, ég þarf smá uppdættu. Hvernig er búið ganga á Tinder? Hvað er búin að taka marga bókanir? Meðalbókanir í viku og svo framvegis? Ekki neitt bara, feskur. Hvað meinar þú? Þú lítur að bóka eitthvað? Bóka eitthvað niður? Það fyrir að segja mér að þú hvað er að bóka eitthvað niður? Það er eftir ekki búin að fá eitthvað mat, kannski? Jú, það er, það er alveg gaman að fletti gegnum þetta, sko. Já. En ekkert eitthvað, ég er ekkert búin að hitta eitthvað stelpu sem að ég hitta á Tinder, sko. Þú verður að, sko, taka þessu með jákvæðni og gefa svolítið séns. Já, meina, hvað meinar þau? Bara... Nei, sko, nú er vika síðan að við byggum til Tinderandar. Við letum þið fá aðganginn, þannig að þú ert einn með það. Það var náttúrulega mesti viðbjóður sem að ég hugsa að það er bara hrætt eitthvað. Já, ég veit það. Við skiptum aðeins á okkur. Við heldum að við vorum samt að reyna að gera greiða. Við vorum að fæla í burtu og við skiptum á okkur. En svo tókst þú við aðgangnum og ert með hann einn. Ég er með hann núna, já. Nú ertu búin að fá nokkur... Ég ætlaði að díla í tónum. Já. En svo, það er eitthvað, það er alveg þess að vera. Já, ég meina að það má alveg vera á Tinder, sko. En nú spyr ég, þú ert búin að fá okkur möts og svona. Og hvað er að gerast? Akkur ertu ekki búin að hitta hann að stelpu? Ég er bara feskur, sko. Nei, ég er feskur. Haldið við sem að fara það bara eitthvað föstudum, ég sé með eitthvað svona Tinder að láta ykkur vita. Nei, það sem er að gerast hjá þér, það er bara mjög einfalt.
Það að þú ert ekki að ná að loka þessu og ná að fá eitthvað date af því að þú ert að vinna svo lítið á emoji kallanum. Já. Ég vissi ekki eins og hvað þetta emoji þýtti á hann þegar Egil skrifaði þetta blæði. Nei, og Egil núna búin að taka. Já, af því að það býtu heldur að fólk sé að ef það er búin að ná match og sé að spjalla það, sem meiri líkur að fá date ef þú ert með einhverja rétt að kalla það þig. Hvað er eitthvað ullu kalla það að kalla það? Nota það rétt. Ef þú ert svo trúður blöð, notar vittlusan emoji-kall við ég er bara að finna lítið með kalla, ég set broskall. Og líka, kannski tilnútt ekki með eina bókun? Hæ? Líka ekki með eina bókun? Já, heldur það sé út af köllunum hjá mér sem ég er að nota? Sko, þetta er ákveðin tækni með emoji-kallana og ég vil meina, mín persónulega skoðun er svo að það ætti að vera áfangi í öllum skólum emoji-kennsla. Emoji-kennsla 103 Þetta er bara að þú ert að tala við eitthvað og það segir eitthvað fyndið og setur bara broskall. Hvað var annað? Minnst það frábært? Nei, það er bara kemst ekki, fílukall. Þarf það að kunna eitthvað meira? Nei, málega, emoji-kennsla ég set aldrei til dæmis tungukallin þinn. Ég set það aldrei. Þú ert líka með all lórið niður við þar. Hvenær ætti ég að setja tungukall? Mín skoðun er að fílukallin á eiginlega aldrei rétt á sér. Þú er að hætta að nota hann því að ég er ekki hrifinn á honum. Það er aðri kallar sem geta komið skilabóðun og svona betur til skila. Og ég ætla bara, ég er með 5, ég get ekki farið yfir alla emoji-kallana og það eru það margir. Ég fer yfir 5. Og næstu viku mun ég farið yfir 5 og ég mun farið yfir 5 og 5 þá er allir búin. Það tekur líklega ár. Þessi dagskáliður, það verður líklega ár. Og hvað maður að vinna með út á Tinder? Ég ætla að byrja að fara yfir apan. Apinn sem heldur í augun á sér. Já, ok. Sko, það er ekki allir kunna að nota apan. Flestir sem ég þekki er margt niður þessi það. Þetta því að sko, þegar þú ert með moment fyrir apan, það er til dæmis svo vakna daginn eftir, eins og kannski Steindi, þú vakna daginn eftir jam. Ekki eins og ég, nei. Nei, ok, einhver sem vakna daginn eftir jam, man ekki allt, og vinkonin hendir í þig á Facebook eða Snapchat, eða bara eitthvað starf, þú varst með allt niður þig í gær, þú verður að rífa þig í gang. Apinn. Svo heldur fyrir augunar, skammast þín, heldur fyrir augun og lítill. Hvenær heldur að fólk sé að nota þetta? Þetta er basically eins og þú myndir kannski hitta einhverja dömu sem þú kannt vel við, byrjar eitthvað bull í henni og svona og er kannski bara skrítin og leiðilegur og asnalegur og klúðrar þessu. Hún hendur á þig daginn eftir, herru, þú varst nú eitthvað steiktur en það gerð þegar við hittist eitthvað, þá hendur í apan. Beint í apan. Típisko blöð var að segja, hvað segir gott? Api. Algjörlega úr syngi. Nærðu þessu ekki inn í þennan heimska haustinni. Ég er ekki að vinna með þessa kalla. Það er gallin. Jú, ég set stundum í það sem hann að grenjulhátri. Ég skal fara við hann betur eftir. En málega en þegar sko, næst fer ég englakallin. Englakallin? Já, sem er með hann engla. Já, með geislabauðin fyrir ofan hérna. Sko, ef þú segir óvart hlut sem var óviðeigandi, segir eitthvað sem var svona dónalegt, íttur enter, var ég að segja þetta. Eða bara leikstir eða varst að leikara að segja eitthvað sem var óviðeigandi. Búm. Englakallin. Hann guttir að línuna á undan. Já, bara englakallin strax. Mér grunar að þú hafa notað englakallin mjög vitlaust. Ég hef aldrei notað englakallin. Sén er ég með punktur í gellur. Þú verður að byrja að nota engilinn. Ég er með fyrir stelpunan úti. Þú har notað þetta, Steindi? Nei, ég náttúrulega er ekkert á Tinder en þú þarft að nota engilinn. Nei, þú getur notað emoji-kallana alls þar, iMessage-inu og Facebookinu og alls þar. Já, ok, ég þarf kannski líka að fara að gera það. En ég ætla að gefa stelpunum einn mjög góðan punkt. Þetta er eiginlega fyrir þær. Út af því að sko, ef þú ert stelpa á að stráka sem það er skilabóð og hann er búin að vera hérna, veist, hann er búin eitthvað leiðilegur, senda hún þá myndina, það sem er svona mynda hönd og að vera naglalakka. Vera naglalakka sig. Þá ættu basically að segja, ég ætla frekar að naglalakka minn að tala við þig. Þetta virkar ekki fyrir þið blöð nema og sért náttúrulega farin að samkynniður og naglalakki. Þá getur notað þetta mjög sterkt fyrir þig. Ég hef aldrei séð naglalakallin. Já, þetta er náttúrulega bara... Séð hann? Þú rollaði yfir emoji-kallana, þetta er að drepa þig? Hann er alltaf sínust það, sko. Ok, en ég ætla að fara basic... Þetta er skrýtnasta umræða sem ég bara heilt. Hvað meinar? Og svo þetta kenna mér þetta er eitthvað sem allir þurfa að læra. Þetta er miklu mikilvægt eldur en sko, hvað er kent í... Þú þarf alltaf að hendi apan og engilinn. Ég hef notað apan. Ég er að munna það núna. Hefur notað apan? Og hvernig, hvað tækifæri? Það var á Facebook einhvern tímann. Potið var út að skýta, henda apanum við eitthvað allt. Ég segja eftir að þú verður út að drölla. Allavega hana, síðan ef að gella eða strákur segir eitthvað sniðugt, basic broskall. Ef einhver segir eitthvað sniðugt, ekki senda kalli sem er skælbrósandi. Það er kjánalegt. En ef þú segir eitthvað sem er fyndið, þá má henda í kallin sem er með opinn munnin brosandi. Ef þú segir eitthvað sem er fárálega fyndið, þá má henda í kallin sem er grænjandur hlátri. Og ef þú segir eitthvað sem er eitthvað besta cover sem þú heirt, 6-7 svona grænjandur hlátur kallir í röð. Það er það ekki ómikið? Nei, ég má setja 6 í röð. Ef þetta var eitthvað sem var ruglunni fyndið. Þú notar hann mjög mikið. Kallin sem er grænjandur hlátri. Ég vinn mikið með það. Það er næst, já sko, nú fer ég upp á skallin minn. Öllukallin.
Það ekki til sterkari emoji en ullukallin. Hvenær á maður að nota hann? Þú getur basic nota með öll tækifæri. Hann góður sákall, hann má ég að það, hann góður. Ég veit ekki hvenær ég á að nota hann. Sko, þú getur eiginlega ekki... Er það ekki eitthvað svona býtu... Nei, þú getur ekki skítað með hann. Hann er við öll tækifæri. Tungar úti. Sko, eins og til dæmis, eins og þú gerir á blöðum daginn, eins og þú startaði símtælna spjallum daginn með ullukallinu. Það var mjög gott startið á þar. Það var ekki ég sem gerði það varst þú sem gerði það. Hver startar spjalli með ullukalli? Já, við allir sem eitt bara gerði það. Nei, við gerðum það ekkert sem eitt. Þið tveir gerðu það, ekki ég. Já, þú veist ég myndi aldrei starta spjalli með einhvern kall sem með tungunum svona út. Mér fannst það bara gott start. En hvað ertu að segja þá? Mér fannst bara þessi skrítin dama sem við vorum að tala við, sko. Nei, hún var alveg heilbrigð. Svo ertu að segja með því, mér líst vel að þig og tökuleg, ég er blöð, kongurinn, ég til ég að spjalla betur við. Já, og þá setjum ég ullukall. Já, þú ert að segja allt þetta í einum emoji. Með ullukall eftir basic bara að segja ég er Cass. Ef þú ert einhvern tímann blöð, og ég veit að þú ert ekki með því fyrsta emoji-kensla, þú ert einhvern tímann í vafa hvaða kall þú ert að henda með ullukallin, hann virkar alltaf. Ok, hann getur ekki klikka. En ég held með að vera áframhald á þessari kenslu næsta föstudag. Já, ég ætla að vona að þetta hjálpa einhverjum, þetta hjálpaði mér ekki, en kannski einhverjum að núti sem að vinna mikið með kalla og naglalakka kallin. Getur þú sýnt með hann? Kallin sem að naglalakka sig? Það getur ekki kall, það mynda hönd og naglalakki. Já, ok. Ég veit ekki þetta drastum. FM 95 blöð. Það föstudagurinn 25. september, spáði stráka það oktober. Það nú djöfisins fössar í mönnum núna. Já, það er fössari. Búið skemmtilega þáttur og umbúna hressir og það er dottin einhver gýrin. Það er eitt sem það að koma framfæri hérna. Fyrir alla þarna úti sem hafa gaman að fantasy-keppninni, þá er ég með mót og morgun í umfyrir ennska boltanum, þess að þú getur skráðið inn. Fær fríar 5 evrur og getur unnið 600 evrur og vinnur mig í fantasy. Evrur og hvað? Þetta er bara þú kannt, þetta er fótbolti, þetta er fantasy-leikur og þú kannt þetta ekki en blöð og ég, við erum fantasy-sjúklingar og blöð er búin að skrá sig, það er gaman að fá það inn. Hendið þá allavega eitthvað smá bettið, smá að njúkast. Og fyrir þá sem hafa áhuga, linkurinn á þessa keppni er á Twitterinu mínu og Facebook síðunni. Þið er ekki sett á Newcastle þegar eiga Chelsea. Já, það skiptir einhver máli, treysti mér. Newcastle menn er að fara að koma sterkir inn. Ég er með eina spurningu, þegar við vorum að tala um emoji hérna á Tinder. Já. En hvað gerur, segjum til dæmis að maður byrja svo með stelpu. Já. Eða konu. Og hvað, dílitur það bara accountinu, mentanlega. Það er ekki nú först á Tinder. Já, þú byrjar með, það er sérstakt að vera út. Þetta er bara til þess að ég segja það, það er bara dílitur accountinu. Já. Það er bara eður honum út. Eða segir henni frá því, ég er með Tinder account hérna og þú ert ekki á Tinder en ég meina að þú þarft að hitta einhverja stelpinn á Tinder svo þarft að fara að hitta hana og kynnist henni og svo fara á date og svo kynnist henni betur og svo kannski byrjið saman eftir kannski einhver tíma þá eður þessu það ekki? Ég veit ekki, kannski eftir þrjá hittinga með henni eður þessu ég veit ekki. Ég var að fá glæni en iPhone 6s Plus hvernig líst ykkur að það? Það er mikið með lífið. En það er komið að lokum drengir, hvernig helgin hjá okkur? Hún er alveg salla róleg maður. Já, er það ekki komið tíma á að slaka hans á? Var það úti og fullur í gæri? Komið tíma á að slaka hans á, ég er bara fjölskyldu maður, ég er bara að fara heima í róleg. Þú ert enda búin að róa stundafæri. Þú veist að segja með daginn að velja djömmin eitthvað, farði djömm og betri dagsetningar. Hann sagði það fyrir síðustu helgi, gerði ekki síðustu helgi, hann var hann svo þyrstur hann datti á 50 degi. Það er það meira hvað hann er búin að róast. Hvað gerur í gerðsamt? Hvað varstu inn í bæi eða? Nei, við vorum bara að klára tökur og við fengum okkur 2 eftir bara tökur, svo bara heim. En það er komið að lokum. Hvað ætlar þú að gera, Blondale? Ég ætla að vera að slaka upp bara. Ætlum við ekki að taka gimmið eða eitthvað? Jó, þetta er ræktarhelgi. Helviti líklegt. Það er komið að lokum. Við þakkum kærlega fyrir hlustunina í dag og við verðum mætt hér næsta föstudag í Fanta Feeling. Eigi góða helgi, elsku hlustendur og bara hafið það gott. Höfðabílar. Vantar allar gerðir af bílum á skrá. Hafðu samband og við seljum bílinn þinn. Höfðabílar, Fossálsi 27. Sími 577 4747. Stærsta sveitaball norðan heiða Laufskálaréttaball í reiðhöllinni við Sjöðakrók laugardaginn 27. september Hljómsveitin Von, Eyþór Ingi, Alma Rutt og Magni Ásgeirs. Þú mátt ekki missa á þessu. Misstu ekki af vinsalasta skemmtiþætti vetrarins í opinni dagskrá The Voice Ísland. Hefst eftir 7 daga á Skjá 1. Stjörnuljós. Póstlistahappdrætti Stjörnusólar Hafnarfirði. Við hjá Stjörnusól Hafnarfirði gefum heppnum vinningshafa, ljósakort og krem alla mánudaga í vetur. Eina sem þú þarft að gera er að fara á Facebook síðan okkar Stjörnusól Hafnarfirði, fylla út skráningaformið og þú ert með í allan vetur. Einnig erum við með nýtt tilboð í hverri viku svo allir vinna. Stjörnusól Hafnarfirði, sími 555 72 72.
Nóa lakrís og Sirius súkkulaði umlukið kraftmiklu lakrísdufti sem leikur við bragðlaukana. Nóa lakrís, rétta bragðið. Epli, appelsínur, gulrætur, sítrónur og límónur. 100% ávextir í 100% Flóridana heilsusafa. Flóridana. Lifðu vel. Þegar þér viljið gera börnunum glaðan dag, þér sjálfum iðulega ekki skemmt. Í Keilu geta foreldrar og forráðamenn skemmt þér konunglega með börnunum á jafnréttisgrundvelli. Keiluhöllin Egilshöll, Holl innivera. Farðu á 365.is og tryggðu þér áskrift að vandaðri vetradagskrá og fjarskipti á fáránlega góðu verði. Kíktu í kaffi, Dunkin Donuts. Happy Hour frá 9 til 12. Allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blö. FM 957. Hey, this is Lost Frequencies. Top tónlist. Here it is. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high. Lost Frequencies á samt Janek Devi með lag sem heitir Reality hér á FM 957. Þegar klukkan alveg að fara að slá í 6. Góða kvöldi, elsku dúlurnar mínar. Vala Eiríks heiti ég og ætla að vera með ykkur til klukkan 8. En þá hefst partyvaktin. Já, það er bara þannig. Það er föstudagur, helgin er komin í